klukkan er nú orðin 1. Komið sæl og velkomin á þennan fund þar sem Umhverfisstofnun og Matvælastofnun ætla að kynna leiðbeiningar flokkun úrgangs frá flutningstækjum í alþjóða umferð. Ég vil kannski byrja, einmitt, erum við að taka upp. Það er ágætt einmitt að byrja á að upplýsa ykkur það að þessi fundur verður tekin upp og hann verður hann verður svo birtur á YouTube-rás Umhverfisstofnunar eftir fundinn. Og ég ætla líka að byrja á að kynna mig. Ég heiti Kristín Silja og ég er frá Matvælastofnun og ætla að reyna að stýra þessum fundi í dag. Spurningum að færa kannski bara svona henni yfir. Dagskrá fundarins er þessi að við erum hér, það er Silja Unnarsdóttir frá Matvælastofnun og svo er það hann Jóhannes B. Urbansis frá Tómasson frá Umhverfisstofnun og þau ætla að kynna þessar leiðbeiningar fyrir okkur og það verður farið yfirlit yfir leiðbeiningarnar og þar verður lykilatriði meðhöndlun þessa úrgangs og svo förum við aðeins inn í regluverk aukaafurðir dýra og í lokin verður svo svona spurt og svarað og þar er allborð sem auk Silju og Jóhannesar eru Guðlaugur Sverrisson frá Úrvinnslusjóði, Helgi Lárusson frá Endurvinnslunni og Sigríður Kristinsdóttir frá Umhverfisstofnun og spurningarnar, þetta er þið getið ekki komið í talað en ég bið ykkur að setja þær inn í, það er þannig Q&A. Þið skrifið þær bara inn, þið getið gert það jafnóðum og þær koma upp í hugan eða þess vegna eftir á og eins og ég segi við tökum þær svo bara í lokin og ef þið verðið mjög duglega að spyrja þá mögulega kannski bara gætum við svarað einhverjum skriflega en allavega sjáum við hvað kemur og mér langar eiginlega kannski þá bara að byrja á að gefa honum Jóhannesi orðið. Takk fyrir það. Ég heiti Jóhannes frá Umhverfisstofnun. Ég ætla stuttlega að kynna fyrir ykkur efni fundarins. Við vorum að birta leiðbeiningar flokkun úrgangs frá flutningstækjum í alþjóðlegri umferð og það eru þá flugvélar og skip sem fara milli landa utan Íslands og síðan aftur til Íslands. Við ætlum að tala meðhöndlun úrgangs frá þessum flutningstækjum, smitvarnir vegna aukaafurða dýra, en svo eru aðrir vinklar á úrgangi frá flutningstækjum eins og ágengar tegundir eða tollamál sem við ætlum ekki að tala hér í dag. Ástæðan fyrir þessum efnistökum er að atvinnulífið hefur kallað eftir því að fá leiðbeiningar flokkun úrgangs frá flutningstækjum í alþjóðlegri umferð. Og það er upphafið að þessari vinnu og tilefni til þess að við gáum út þessar leiðbeiningar en svo er auðvitað líka ný hugsun, það er hringrásarhagkerfishugsunin, við viljum koma öllum úrgangi sem við getum í notkun. Svona stóra málið kannski er hvað breytist núna. Hingað til hefur línan verið svo að allur úrgangur frá flutningstækjum í alþjóðlegri umferð að hann ber mögulega með sér dýrasmitt og hefur þurft að fara í brennslu. En það er að breytast núna. Núna má flokka úrgang sem kemur frá EES-svæðinu, það má flokka allan þann úrgang. Úrgangur sem kemur utan EES-svæðisins frá þriðju ríkjum svokölluðum, það má bara flokka þann úrgang ef að það er tryggt að hann hefur ekki komist í snertingu við dýraafurðir. Þannig að þetta er svo lína sem er lögð. Núna má bara frá með núna, má flokka allan úrgang frá EES-svæðinu. Og fyrir flutningsaðila og fyrir úrgangsmeðhöndlunaraðila er ágætt að hugsa hvað er gott að byrja. Fyrsta er alltaf úrgangsforvarnirnar. Það er það sem skiptir langmestu máli í úrgangsmálum að það er bæði langádýrasta aðferðin og langbesta aðferðin til að ná árangri í úrgangsmálum er að koma í veg fyrir að úrgangur verði til að byrja með, að forðast að nota einnota drasl og reyna að lágmarka það magn úrgangs sem fellur til að byrja með.
Þegar kemur að því að endurvinna úrgang frá alþjóðlegum flutningstækjum að þá þurfa að liggja fyrir skýrir verkferlar, þannig að það eitthvað til að byrja að pæla í núna. Hvernig getum við búið til verkferil fyrir endurvinnslu úrgang sem að tryggir það að það sé ekki dýraafurðir frá þriðju ríkjum sem að rati inn í þessa úrgangsstrauma. Og svo annað sem ágætt að huga að kanna það hjá ykkar byrgjum hvort að gjöld af úrgangi hafi verið greidd. Það skilagjald af drykkjarvöruumbúðum og svo úrvinnslugjald af nánast öllum öðrum umbúðum, pappírsumbúðum, plastumbúðum, pallettum, málmumbúðum og glerumbúðum líka núna. Þannig að það er ýmis gjöld sem að þarf að kanna hvort hafi verið greidd. Þið gerið það hjá ykkar byrgjum og yfirleitt eru þessi gjöld ekki greidd fyrir vörur sem að fara utan Íslands en það gæti verið sérstaklega með innlenda framleiðslu að það hafi verið greidd gjöld af þessu sem að er hægt að nota til að koma úrganginum í endurvinnslu. Svo eru fleiri flækjustig í þessu. Þetta er auðvitað glæný virðiskeðja, alveg heil virðiskeðja fyrir þennan úrgang sem er að opnast hérna. Hann hefur hingað til allur farið í brennslu og núna má setja stóran hluta á honum í endurvinnslu. Þannig að það er við því að búast að verða einhverjum hnökrar svona til að byrja með. En ég set hérna 4 punkta á glærunar sem að þið getið miða við og það er að allir innviðir séu til staðar. Það er að segja viðmót starfsmanna séu til staðar, að starfsmenn séu tilbúnir að taka þátt í þessu. Svo er pláss borð, það er kannski ekki svo mikið mál í skipum þar sem er mikið pláss yfirleitt, það er meira pláss allavega en í flugvélum. Í flugvélum getur verið erfitt að finna pláss fyrir endurunnin úrgang. Þannig að það er eitthvað til að huga líka. Svo er aðbúnaður á landi eða í landi eftir hvort maður er á skipi eða flugvél. Að það sé sorp íláti staðar og bæði fyrir mengaðan úrgang sem satt frá þriðju ríkjum og fyrir úrgang sem er ekki frá þriðju ríkjum og svo að það sé einhver móttökuaðili sem er tilbúin að taka við þessu og koma í endurvinnslu. Að því sögðu held ég að ég vísi boltanum bara yfir á Silju Unnarsdóttur sem er hjá Matvælastofnun, yfir til þín. Já, góðan daginn, Silju heiti ég, dýralæknir vinn hjá Matvælastofnun og hef með innflutningseftirlit þar sem að þessi hluti fellur einmitt undir, en það er þessi reglugerð, hérna reglugerð nr. 617 frá 2017, heilbrigðisreglur aukaafurðir dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis, sem að setja í rauninni þessar kröfur hvað á að gera og hvernig á að meðhöndla það sem að telst þá aukaafurðir dýra sem er í rauninni allt af skepnunni sem við erum ekki sjálf að borða. Þannig að í þessu samhengi þá eru það matarleifar af dýrauppruna og þegar þær koma frá ríkjum utan Evrópusambandsins, þar sem við höfum ekki tryggingu eða öryggi fyrir því að þær hafa verið framleiddar eða unnar á hátt sem að uppfylla Evrópusambandskröfur, að þá er það svo nálgun sem að er farin að þetta er flokkað í hæst áhættu flokk. Það sem heitir þá International Catering Waste, sem þýðir að það má ekki berast inn í matvælakeðjuna aftur. Þannig að meðhöndlun á þessum úrgangi skal vera með þeim hætti að það berist ekki inn í matvælakeðjuna, því annar sambærilegur úrgangur, til dæmis innan Evrópusambandsins, má og í rauninni þá í dag fer að bera skylda til að nota hann í moltu og lífgasgerð, sem er þá leið fyrir þetta efni að komast aftur inn í matvælakeðjuna. En það er margt sem ber ábyrgð á þessu eftirliti og þetta heyrir undir innflutningseftirlit þegar þriðja ríkja vörur er að ræða og þetta er samhent eftirlit innan alls Evrópusambandsins þar sem við erum hluti af ytri landamærum eða innan Evrópska efnahagssvæðisins réttara að segja, þar sem við erum hluti af Evrópska efnahagssvæðinu, að við erum partur af ytri landamærum Evrópska efnahagssvæðisins og okkur ber því skylda til þess að gæta því að þetta efni sé rétt meðhöndlað. Stendi ég bara aftur á Jóhann. Já, takk fyrir þetta Jóhannes og Silja. Nú er sem sagt opið fyrir spurningar og eins og ég sagði áðan þá erum við með pallborð hér sem er tilbúið að svara öllum spurningum sem á ykkur brennur þetta efni. Það er Helgi frá Endurvinnslunni og Jóhannes frá Umhverfisstofnun, Guðlaugur frá Úrvinnslusjóði, Sigríður frá Umhverfisstofnun og Silja frá Matvælastofnun.
Ég með opið hérna Q&A hjá mér og ég get ekki séð neina spurningu þar inni. Það engin spurning komin ennþá. Nei. Ég held að það hafi ekki komið fram enn á fundunum, en leiðbeiningarnar eru inn á vef Umhverfisstofnunar. Já, einmitt, það mjög mikilvægt. Þetta nálgast þar. Og þær eru enda líka inn á vef Matvælastofnunar. Góð ábending. Já. Einhver sem hefur eitthvað sem hann vill, myndi vilja fá nánari skýringu á eða eitthvað. Þetta grein. Þetta kannski bara svona skýrt hjá okkur. En það líka alltaf velkomið að hafa þá bara samband við okkur seinna ef eitthvað kemur upp í hugan og við getum þá bara leiðbeint það í framhaldinu. Bíddu nú við, þarna kom eitt. Hún frá Ásgeiri. Hvernig Ísland í stakk búið að sinna þessu? Já, viljið þið segja eitthvað það, Silja og Jóhannes? Já, ég get alveg tekið það. Já. Ísland ágætlega í stakk búið held ég til að sinna þessu. Við erum náttúrulega með fáa alþjóðaflugvelli, náttúrulega aðalumferðin okkar inn í gegnum Keflavík og þar eru ekkert sérstaklega langar eða flóknar leiðir fyrir úrgang að berast til endurvinnslu. Þannig að ég held að það hendi ágætlega. Við erum líka með takmarkaða getu til að brenna úrgang. Þannig að ef við erum að setja úrgang í brennslu sem kannski ekki nauðsynlegt að setja í brennslu, þá tekur hann pláss frá þeim úrgangi sem þarf að fara í brennslu. Þannig að ég held að það sé líka bara mjög gáfulegt að reyna að koma sem allra mest af þessum úrgangi í endurvinnslu. Þetta sé ekki bara, það eru alls konar hvatar fyrir umhverfislegir og praktískir og innviðahvatar og örugglega hagrænir líka. Varðandi skipin að þá ætti að vera aðstaða í öllum höfnum til að flokka úrgang upp úr skipunum. Þannig ég held að við séum bara ágætlega stödd, en auðvitað tekur einhvern tíma að innleiða þetta eins og allt annað. Já, einmitt, þetta kannski spurningin sem komin hérna frá Ingibjörgu, hún kannski tekur svolítið einmitt á þessu svona í framhaldi. Hún segir bara svo ég skilji það rétt að má flokka flöskur og umbúðir af mat þegar flogið inn í EES-svæðið. Hvað segið þið? Það ekki bara þannig? Engin spurning. Það pointið með þessu öllu. Já, ok. Já. Og hér ein enn, til reynsla frá öðrum löndum með þetta? Hver ykkur myndi vilja taka þennan bolta? Silja, vilt þú taka þessa eða hvað? Já, ég svo sem skil ekki alveg spurninguna af því þetta bara það sem verkferla sem eru í gangi í öðrum EES-löndum. Já, þetta alþjóðareglur í raun og veru. Já, við erum bara að fara eftir reglum sem gilda innan alls EES-svæðisins, sko. Einmitt. Og þá kemur, fyrirgefðu Jóhannes. Það hefur kannski verið þá sérstaða Íslands frekar að við séum að senda óvenju mikið í brennslu, svona í ljósi þess að við erum með eyja og höfum verið frekar stressuð yfir þessu hingað til, en endurvinnsluferðlar núna eru þannig að ef það ekki að hætta á að berist úrgangur frá þriðju ríkjum, eða sem dýraafurðir frá þriðju ríkjum í þessu endurvinnsluferðla, þá kannski ekki áhyggjuefni til staðar, þá getum við hermt eftir öðrum löndum. Og kannski, ef við svarum samband við skipin, þá það sama þar. Við þurfum að fylgja eftir evrópsku regluverki og í öllum Evrópulöndunum að þá þarf að vera viðunandi móttaka fyrir alla tegundir af úrgangi. Akkurat. Ég vona að þetta hafi svarað spurningunni. Hér svo ein enn. Í hvers verkahring það að kynna erlendum flugfélögum þessa breytingu? Kannski, já, Silja, spurning kannski þú svarið þessu?
Þetta í raun og veru kannski bara tengist því sem þú varst einmitt að segja rétt áðan, sko. Já, eins og ég segi, þetta eru verkferðlar sem að gilda alla Evrópu. Já, Þannig að það kannski, ef þetta að opna inn á meiri valmöguleika fyrir flugfélögin að endurvinna meira, einmitt. af því að eftir því sem ég best veit, þá eru allir ferlar fyrir söfnun á sorpi eftir flug eins, og ég veit ekki til þess að erlendu flugfélögin sem skilja eftir sig úrgang á Íslandi. Einhver flugfélög að gera það. En ég held að verkferlarnir hjá Isavia séu eins. Já. Það gæti verið, þetta er náttúrulega opin kynning, þannig að það gæti vel verið að sé einhver erlend flugfélög hér, en annars Isavia eða úrgangsmeðhöndlunaraðilar sem að taka við úrgangi frá erlendu flugfélögunum eins og Airport Associates eða Icelandair Ground Services, að þau bæði meðhöndla held ég úrgang frá erlendu flugfélögum. Svo eru þetta einhver úrgangsmeðhöndlunaraðilar hérna líka á Íslandi sem geta svarað spurningum þegar þær kom upp og það má hver sem benda erlendu flugfélögum að hafa samband við okkur líka. En þessi kynning er auðvitað opin. Einmitt. Já, nú eru ekki fleiri spurningar, ekki nema þið vilji nota tækifærið og henda á okkur nokkrum í viðbót. Jú, þannig kom eitt, flott. Breyttist eitthvað varðandi skráningar á úrgangi frá skipum í Portmaster? Hver myndi vilja taka þetta? Hvað segið þið? Átt þú svar við þessu, Sirrí? Portmaster er þá verið að meina segir sínu tilkynningarnar. Ég geri það fyrir því. Það ætti ekkert að breytast neitt allavega hvað var það segir sínu tilkynningarnar, að skip þurfa bara áfram að skrá úrgang á sama hátt og verið hefur. Já, ok. Bíddu nú við. Þarna eitt fullt af flugfélögum skilja eftir rusl í Keflavík og allt fer í brennslu núna. Já, það er líklega, ég líti á þessum innlegg frekar en spurningu. Gott mál, takk. Og svo hérna eru þið með hugmyndir hvað flugvélar geta gert til að koma í veg fyrir úrgangsmyndun. Þessu kannski vísa ég á Umhverfisstofnun helst þá. Já, það ekki. Já. Jú, það er náttúrulega það sama og mörgum öðrum stöðum, sko. Það er kannski hægt að horfa til þess að lágmarka úrgang til að byrja með. Það er mikið af einnota pakningum og stórum pakningum borð í flugvélum og íslensku flugfélögin náttúrulega hafa verið svolítið í því að hvetja fólk til að endurnota glös og endurnota bolla og svona. Það getur auðvitað verið flókið því að flugfélög náttúrulega ekki þau eru að þjóna mörgum menningarheimum, sko, þannig að það getur verið vandasamt að senda út eitthvað svoleiðis skilaboð. En á hönnunarstigi verður langmest af úrgangnum til, þannig að þegar að vera hanna vörur, hanna umbúðir og svona, þá reyna að leggja áherslu á það við sína birgja að hanna burt umbúðir. Vera ekki með einnota hnífapör sem eru pökkuð inn í einnota plast og svo servíetta inn í hnífapörunum, skiljiði. Þannig að það er ýmislegt svona smotterí. Mörg flugfélög líka bjóða upp á stærri umbúðir og skammta farþegum, þannig að það er líka hægt að hugsa það. Það vera kannski ekki með bara míniatúra í barnum, heldur stærri flöskur, nú er ég bara svona blaður einhverja leiðir, sko. Þetta er væntanlega eitthvað sem flugfélögin þekkja best sjálf. Láta bara hugan reika, reyna að taka úrgangjum burt úr sinni starfsemi. Akkurat. Takk fyrir þetta, Jónas. Hér er spurning sem að ég býst við að Silja muni kannski sprauta sig á. Ef tengifarþegi frá Bandaríkjunum tekur samloku í tengiflugi til EES-svæðisins, hvernig væri best að tækla það? Ég myndi gera ráð fyrir að þessi landamæraeftirlitið sem grípi það. Af því að ferðamenn utan Evrópska efnahagssvæðisins hafa ekki heimild til að taka með sér matvæli inn á EES-svæðið. Þannig að hvort það er ef þau innihalda matvæli sem innihalda dýraafurðir.
Þetta er Þannig að úrgangur kannski sem fer muni- áfram í brennslu. Já, þannig að það er þá væri, þá gripið, ætti að vera gripið í landamæraeftirliti, munum kannski umræðunum þegar Brexit skall á þegar sendibílstjórarnir voru gripnir með skinkusamlokur og þurfti að henda þeim. Já, einmitt. Að það er bara óheimilt. Já. Það er gefin ákveðin flex fyrir fiskafurðir, það er gefin ákveðin flex fyrir Grænland og Færeyjar, en annars er ferðamönnum óheimilt að ferðast með dýraafurðir inn til Evrópska efnahagssvæðisins. Þannig að það grípur landamæraeftirlitið þá hluti alveg svo við höfum ekki heimild til þess að ferðast endilega með svona hluti inn til Bandaríkjanna. Það grípur þeirra landamæraeftirlit svona sendingar. Takk fyrir þetta, Silja. Hér er spurning, ég ætla að lesa hana því kannski hjálpa mér að skilja hana. Eru aðilar sem sjá að sækja rusl á flugvöllin hvernig meðhöndlun fer fram? Það er leiðrétt fyrir neðan. Það er leiðrétt, já, ég afsakaði það. Eru aðilar sem sjá að sækja rusl á flugvöllin meðvituð hvernig meðhöndlun fer fram? Takk fyrir þetta. Hver myndi vilja svara þessu? Já, þeir eru það. Þeir eru meðvitaðir það að úrgangur úr flugvélum úr alþjóða trafík fer ákveðna leið í þeirra móttökuferli, fer í gang sem er einungis fyrir CAT International Catering Waste og fer þaðan beint í Kölku. Já. Þannig að Isavia og þeir sem eru á flugvélinu eru með sína ferla til að grípa þessa vörur. Og við erum búin að fara með þeim yfir þessa ferla. Þannig að þú gerðum engar athugasemdir við. Já, þannig að svarið í þessu í raun og veru bara já. Bíddu nú við, nú bara efndist spurningarlistin. Við höfum ennþá nokkrar mínútur ef að þið viljið koma með meira. Endilega nýtið ykkur að hafa þetta flotta fólk hérna að svara. Ég veit kannski fá að segja breytt orð í staðið þarna á listanum. Er eitthvað? Endilega gerðu svo vel. Mér finnst þetta að vera mjög mikið bara að keyra á þessa hluti. Þetta er mjög gott framtak að fara í þetta. Það er búið að benda á þetta í mörg ár að þetta er náttúrulega mikið sóun að henda þessu. Það var ákveðið 2021 eins og með kaffistofurnar sem eru inn á flugvellinum. Þær voru til dæmis ekki í kerfi til þess að safna saman þar flöskum og dósum. Og þar var 1,2 milljónir eininga á ári sem enginn vissi hvað að gera við. Þetta er allt saman komið í kerfi núna og þetta er allt saman endurunnið og flutt til útlanda í endurvinnslu. Og það er eins með þessar flugvélar, þetta er þarna fullt af verðmætum efnum eins og plasti og áli sem að sjálfsögðu á að endurvinna. Og þetta er það stór stöð í Leifsstöð og auðvitað ef maður byrja þar og sjá hvernig það gengur. Það verða náttúrulega vandamál í kringum staði eins og Grundarfjörður og svona minni staði, hvernig á að flokka þar. En þetta er ekki spurning, það var bara að byrja á þessu og gera þetta, það var bara metnað í það. Flott, takk fyrir þetta innlegg, Helgi. Hann Helgi frá endurvinnslunni, bara ef það einhver skildi ekki verið að muna eftir því. En þetta eftir í hug, Guðlaugur frá Úrvinnslusjóði, er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við? Við höfum bara verið í samtali við Isavia töluverðan tíma að hvernig á að leggja á gjald á þessar umbúðir sem ekki bera úrvinnslugjald. Já. Vegna þess að hluta starfsemi Keflavíkurflugvallar undan þeir öllum gjöldum. Og við höldum því bara áfram og vonandi leysist það bara núna þegar það komið meira afl í þetta því að þá hugsa okkur það að það verður bara rukka úrvinnslugjald af því magni sem berst frá þessum aðilum. Sem er þá eftir bara gjaldskrá tollsins og sama aðra borga sem að flytja inn vörur eða umbúðir. Þannig vonandi leysum við það þannig og þá þarf ekkert að aðskilja þessa umbúða úrgang neitt sérstaklega öðru leyti frá þessum aðilum.
Þannig að við vonum að getum einfalda hlutina en það er ekki komið niðurstaða í það ennþá en þetta er sjálfsagt ekkert stórmál þó að þetta keyra aðeins áfram á þess að sé rukka úrvinnslugjaldið. Þetta kemur bara, það jafnar sig allt saman á lokum, peningalega. Takk fyrir það. Hér er komin ein spurning og kannski hefur einmitt þetta innlegg vakið einhverjar fleiri spurningar en við skulum taka þessa sem er komin. Hvaða breytingar haldið að komi upp mun úrgangur og flugvélum skila sér til Íslands? Hver vill taka þennan bolta? Ég er alveg til í að taka þennan bolta. Já, gjörðu svo vel. Ég held að þessi úrgangur muni skila sér til Íslands, bæði íslenskt atvinnulíf, flugfélögin og úrgangsmeðhöndlunaraðilar hafa sýnt þessu mikinn áhuga á að taka við þessum úrgangi. Auðvitað er alltaf einhver endurvinnslufarvegur á Íslandi sem að skila sér svo aftur til útlanda í sérhæfða endurvinnslu. En okkur hefur svona stundum fundist kjánalegt að vera að flytja úrgang til útlanda með skipi til þess að vera í endurvinnslu og það er kannski enn furðulegra þá að vera að fljúga með poka af úrgangi milli landa. Þannig ég held að það sé skynsamlegast að þessi úrgangur komi inn til Íslands og fari í endurvinnslu hér. Já. Takk fyrir gott svar. Nú er spurningalistin tómur. Nei, þarna datt einn inn. Takk fyrir það. Spurningin mín er í framhaldi af samlokunni frá Bandaríkjunum. Farþegi sem fær í tengiflug til EES og er þá hent þar borð í flugvél. Er það borderkontról á Keflavíkurflugvelli sem að sér til þess að banna Bandaríkjafarþeganum með samlokufari með hana borð til Berlín? Silja, viltu spreyta þig eða Jóhannes kannski? Ekki ég allavega. Ég myndi skilja það sem svo, já. Ég kenni það er ansi langt síðan að ég hef ferðast utan Evrópska efnahagssvæðisins. Og ennþá lengra síðan ég hef farið til Bandaríkjanna, þannig ég ætla ekki endilega að tjá mig nákvæmlega hvernig ferðlanir eru þegar fólk kemur frá Bandaríkjunum til Íslands. En þetta er hluti af landamæraeftirliti. Ok. Já. Ég ætla ekki að segja það að eftirliti sé endilega að það geti ekki feilað eða skeikað, en þetta er hluti af því hlutverki sem að landamæraeftirliti á að sjá Já, heyrðu. Myndi ekki vera landamæraeftirliti í Berlín þá sem tæki þetta af því að þegar fólk er í tengiflugi á Íslandi þá fer maður ekki gegnum neina leit eða Er þetta ekki transit frekar í raun og veru? Þetta er ekki, ef mér sýndi spurningin snúast það að tengiflug þá er viðkomandi farþegi í raun og veru ekki koma inn í landið. Það fer bara eftir hvar grunn landamæraeftirliti fer fram. Einmitt, akkurat. Hvort sem það er þá hér eða hvort sem það er þá í næsta landi, skilur. Akkurat. Það er bara hvar er landamæraeftirlitið inn í Evrópu í raun og veru sem þú ert að meina það ekki. Já, akkurat. Einmitt. Heyrðu, takk fyrir þetta. Hér er svo enn. Hvað með lífrænan úrgang frá skipum sem er hent í sjóinn? Sigríður, þetta er kannski til þín þá? Já, það eru ákveðin reglur það, hvar má henda lífrænum úrgangi í sjóinn. Man ekki alveg hvort það er utan 3 sjómílna eða lengra, en það er allavega reglur það að það má ekki henda lífrænum úrgangi fyrir innan ákveðin mörk og það á bara við allan lífrænan úrgang, en utan þessara marka má henda lífrænum úrgangi í sjó. Okay. Já, takk fyrir þetta. Já, bara takk fyrir að vera svona duglega að spyrja, en endilega ef það er meira, tíminn styttist. Já, hann er búinn, segir Jónas.
Og spurningalistin akkúrat tómur, þannig að það eiginlega bara spurning hvort við heldum okkur ekki bara við það. Nú klukkan 1:30 og við erum búin að eiga hérna koma inn, við skulum taka hana þessa. Ef samlokunin hent borð í flugi númer 2, hvernig væri það tæklað? Þetta væntanlega þá vélin og leiðin til Berlínar sem henn hent í. Silja, það þá ekki landamæraeftirlitið í Berlín sem tekur á því? Það það. Já. Einmitt. Silja, varstu ekki að segja áðan að það bannað að vera að flytja dýraafurðir inn frá þriðvirki? Þannig að það má ekki taka samloku frá Bandaríkjunum og í tengiflug til Berlínar til að byrja með. Nei, í raun og veru. Það byrja nú raun og veru þar, sko. En option mögulega ef að samlokan framleidd á flugvellinum undir kröfum sem uppfylla Evrópustandarda. Að þar með væri hægt að segja að áhættan sé lítil sem engin. En ferðamenn hafa ekki heimild til þess að koma með til dæmis heimild tilbúin matvæli með sér í flug til Evrópusambandsins. Það bara þá, en já, nákvæmlega. Þetta mjög góða pælingar og kannski erfitt að svara því svona eitt svar fyrir allt. Það þyrfti kannski mögulega að skoða hvert tilfelli fyrir sig. Það svona ímynda mér það með við umræðarnar. En núna hins vegar klukkan 2:02. Spurningalistin tómur. Ég að hugsa að þakka fyrir góðan fund og góða spurningar og góð innlegg og ykkur öllum fyrir að mæta, bæði pallborð og eins þeir sem eru þarna á bakvið að senda okkur spurningar og hlusta á okkur. Og ég ætla bara að slíta þessari kynningu eða fundi. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Já, bless.